þessari 5-3 tap gegn Úkraínu og bara hlýtur væntanlega að vera svekktur? Já, virkilega svekkinn. Bara ótrúlega niðurstaða með hvernig leikmyndin af leiknum var í dag og erfitt að taka þessu bara. Hvernig við fáum á þessum 5 mörk er hérna bara erfitt að taka, þú veist. Flestum þessum mómentum í leiknum erum við með algjör yfirbyrði og þetta kemur svona gegn gangi leiksins. Þannig að já, við þurfum klárlega að bæta það og með hvernig við spilum okkar sóknarleik og yfirbyrðin sem við vorum með boltan og annað. Það var mjög erfitt að vinna fótboltaleiki þegar þú fær 5 mörk á þig og þetta voru of auðveld mörk sem þeir skora í dag. Skora 4 mörk fyrir utan teigumenninu. Hvað var hægt að gera betur þér? Já, það er náttúrulega svona, ég held að það er svona grunnstaðan okkar í mörgum af þessum mörkum er að við töpum boltanum á slæmum stöðum og erum þá kannski með færri menn tilbaka. Þurfum ekki að tapa boltanum á þessum stöðum en ef það skildi gerast á við töpum boltanum þá þurfum við að vera betur coverað tilbaka til þess að geta díla við situationið og við gerum það klárlega ekki í dag og þú veist, mörk sem er ódýrt að fá á sig, eins og segir 4 mörk fyrir utan teig, kredit á þá, þú veist, þeir skorur öllum skotum og allt það en þú veist, eins og segir, þú veist, við þurfum að geta gert betur, sérstaklega þegar við förum læra á völlin og við þurfum að vera kannski aðeins í lóblokkinni og söffera aðeins þegar við erum búin að íta okkur tilbaka, þá þurfum við að geta sett okkur í betri stöður og díla við það, því það er partur af leiknum líka. Stór part af leiknum er við yfirbyrðina og þeir eru í lóblokkinni og kannski 4-5 sinnum í leiknum lendum við þeirri stöðu og hvert skipti kannski fá að marka á okkur. Það er bara erfitt að vinna fótboltaleiki þegar það gerist. Er þetta einhverju leyti fórnarkostnaður þessari taktík sem við erum að spila? Við héldum vel í boltan en í þessi skipti sem við missum hann þá? Já, auðvitað er þetta náttúrulega leikmyndin sem við viljum reyna að spila er að við erum að sækja mörgum mönnum og það, en þú veist, við þurfum líka að við erum inn á vellinu og við þurfum að taka ákvarðanir bæði á boltanum og ef við skildum tapa boltanum og það er bara svolítið sem að við þurfum að greina betur og fara betur yfir að ef við skildum tapa boltanum þá þurfum að vera í betri stöðum til þess að takast á við hvað geti gerst næst og það kostaði okkur í dag en ég meina við skorum 3-4 mörk og leikmyndin í Frakklandi eru við í low block 70% leiknum en bara gengum mjög vel þannig að það er kannski svona áttum ekki von að því að við höfum sýnt að við getum alveg gert þetta á einhverjum tímamótum í leikjum en já, hvað það sé bara það var erfið niðurstaða úr því sem var komið. Kannski ljósi myrkri einmitt eins og nefnir þessi 3 mörk sem við skorum sóknarleikurinn. Já, bara frammistaðan á liðinu sérstaklega með boltan var virkilega góð en þú veist, án boltan var hún ekki nógu góð. Við erum alltaf meira á boltanum í leiknum en við þurfum að, sem ég sagði við þurfum að geta tekist á það þegar við erum ekki á boltanum, þegar við þurfum að díla við fyrirgefir, þegar við þurfum að díla við seinni bolta, þegar við þurfum að díla við návi og þetta þá eigum við að gera betur og vonandi getum við lært af þessu og undirbúið okkur fyrir næstu 3 leiki og ekki lent í því sama. Við erum auðvitað komnir í að bara verri stöðu. Hvernig? Já, klárlega, bara algjörlega óþarfi að tapa þessu leik í dag og bara eiginlega fáránlegt að við skilum koma okkur inn í leikinni 3-3, 5 mínútur eftir og leikurinn enda 5-3. Þannig að bara úr því sem komið var hefði kannski jafntefli verið fín úrslit en mómentið í leiknum er að við séum að fara að skora 4 marki og vinna leikinn en þeir skora síðan gegn gangi leiksins eins og gerist í lok fyrri hálfleiks og það kostaði okkur þetta hvað það er, einbeitingarleysi, þú veist það er eitthvað sem að klikkar á þessum key moments í leiknum og það kostaði okkur í kvöld. Takk. Ekki máli.